Eftir mjög stuttan nætursvefn rifu Sveppi og Pétur sig upp því þeir fengu áskorun að hitta töfralækni í einu fátækasta hverfi Perú. Áskorunin einföld, láta særa úr sér illa anda. Eigum að bíða bara hér eða? Ég veit það ekki, hann sagði ekkert. Töfralæknirinn skynjaði strax að Sveppi og Pétur væru óvenju svartar sálir. Hann heimtaði að hreinsa strákana strax af illum öndum áður en lengri yrði haldið. Hann sverð? Já, hann með 2 sverð, sko. Byrja vel, þetta góð byrjun á þig. Svona myndi ég vilja að allir dagar byrjuðu hjá mér. Láttu ekki kall frussi við alkohóli. Já, enn snemma morguns. Sko, ég bara veit ekki hvað fara að gerast næst. Jú, strákar, áskorunin felur í sér að þið taka þátt í athöfn sem fer fram á heilagri strönd í 2 tíma fjarlægð. En slík athöfn þarf að fara fram við sólarupprás. Heilög strönd? Þetta lítur nú ekki út fyrir að vera mjög heilög strönd. Nei, það myndir nú ekki drepa það og hreinsa hans til hérna, sko. Það er alltaf ógeðslega skítult. Þannig að fara að kveikja eld. Það verður nú kannski bara hugulegt. Hvað er að gerast hérna? Er hann að hella áfengi yfir okkur? Það er hann að fara með mig í sjóinn. Það gerir bara sem hann segir. Anna! Nei, býtum ég að gera þetta? Já, anskoti Sveppi, ég fer ofan inn. Þetta er svo skrýtna sem ég lent í bara á æfinni, sko. Það er núti líka, dræfirinn! Carlos! What are you doing? Vel gert! 20 stig í hús, lausir við illu andana og þið virðist vera búnir að styrkja sambandið við bílstjórinn ykkar hann Carlos. Þetta var hans að gegja. Ég held að þetta væri eitthvað svona löglegt serimónía, sko. Já, ég hélt það líka. Ég ætlaði ekkert að fara úr öllum fötunum, sko. Ég ætlaði ekkert að fara út í sjó, sko. Nei, ekki, ég heldur. Ég er að fara bara beint upp á hótel í allsherjar prinsum. Já, við þurfum alltaf að fara í styrtu, fljótlega, sko. Já. Þetta er 20 stig í hús. Það er geggjað. Og það er líka